expectations regarding the front hairline? I mean, the shape, height, or how you would like it to look? Well, if I show you a picture from when I was 24. What I was thinking about, I was thinking almost the same thing. The starting point where you have the hairline now, I would like to keep it the same, mainly cover the corners, I mean the temples, more conservative, because your facial appearance like shows me that we call it the high forehead type face, okay? Yeah. If I take it lower, your face proportions will be distorted. It will look like a part of the stuff you put it in. Did it fit? Yes. Does it belong this place? Never. Never, okay? no. Yeah. Overall density, surprisingly good at the back. Thinner around the ear areas. My personal prediction, the number around the graph of 3,800 up to 4,400 grafts can be extracted from the donor area, okay? The line may look really straight for you from here, but when you look down, you can see it's a curvy line coming to the sides. Going with the remnants of your own hairline, you have tiny, tiny, tiny hair here. Yeah. So we just went across them. Okay. You have some thinning in the mid scalp, and there is open spots in the crown area as well. So it's a normal type 5 of the hair loss, meaning the loss of the front hairline, open area in the front area, thinning in the mid scalp, and empty spot in the crown area. We have the guests. The second big boy is here. Hi, Ate. Okay. Hi, good. They really know what they're doing. So. With the correct hairline, when the face is reframed, they should say, "You look much younger. There's some change. I can't understand what is this." And that's where the magic starts. You say it's a hair transplant. You say, "I didn't understand it." That's magic. Okay. Yeah. The back of the head is in a better condition, but around the ear areas is a medium to low density, especially the lower parts closer to the neck. Okay. You have a mixed type of the hair loss. The front side and the mid scalp is closer to normal type 5, but the crown area, due to its size, it's more than 60 centimeters squares. It goes into the normal type 6. Okay, any questions you have for me? No, just will I be more beautiful than him? Yeah, younger as well. Yeah, sure. Ég heiti Ragnar Örn Óttarsson og ég er 47 ára. Ég kom hérna til Smile Hair Clinic í Istanbul fyrir hárígræðslu. Ég heiti Arnar Már Óttarsson, 47 ára og ég kom einnig hérna til Smile Hair Clinic fyrir hárígræðslu. Já, ég myndi halda að við höfum byrjað á svipuðum tíma. Þetta var kannski, ætli við höfum ekki verið einhvers staðar 24 ára aldur, hvað heldur þú, Arnar? Jú, sirka. Við vorum byrjaðar að horfa okkur annan og svona aðeins velta þessu fyrir okkur. Já. Það gerðum smá grín okkur öðrum þegar við gátum það til þess að hafa gaman að því. En svo eftir því sem tíminn leið þegar við vorum allir nálgast fertugt, þá voru þetta orðið greinilegt. Þá vorum við fannin að átta okkur á því að myndina Ava, hún var alltaf að vera líkari og líkari og við vorum alltaf að líkast. Maður sá þegar maður horfði í speilin kannski meira myndina af Ava en ekki af manni sjálfum. Það endur speilin mann sjálfs. Já, akkurat. Já. En svo bara í rauninni var það óumflýjanlegt að taka þetta skref. Já. Já, á hverjum degi svona þá horfum við á hvern annan og hugsum bara, við vorum kannski í sundi og í heppabottinum og vorum við alltaf fyrir að horfa svona á toppinn á okkur öðrum og hugsa örgla báður til hvers annars að það væri kannski orðið allt í lagi að annarkvort raka það bara af eða finna, fara í einhverjar rótakarið eða Já. gera eitthvað í þessu.
maður sá í rauninni líka að skipti máli að við þurftum að fara að taka ákvörðun það fljótlega hvort við ætluðum að gera það, ekki bara leyfa, það er ekkert að ég vera sköllóttur, það er bestamál, en okkur, svona, við þurftum bara að ákveða, ætlum við að gera það, þess vegna tókum við nú þessar tilraunir, rökum hárið af hérna og já, það var bara fínt, en svo bara komin að þessi bara virkilega góða aðferð til að færa hár á manni sjálfum og hérna, ég sagði bara við Arnar, ég ætla bara að skella mér, ég fer í fyrramálið, ég kíkti í kaffi, þú kemur bara með mér. Og hann var ekki komin heim til sín, þá vorum við búin að festa ferðalagið. Og það sem að ég hélt að væri óumflýjanlegt, það var að segja að verða sköllóttur, það var bara óumflýjanlegt að ég var að fara með honum út til þess að fá hár. Þannig að það var mjög ánægð með það. Ég myndi segja stuðningurinn bæði við undirbúning og að hafa skilning á bara hvernig ferlið hver áfangastæðurinn og stuðningi kringu það, bara skipulagið sem slíkt sé ómetanlegt. Já, þetta bara, ég meina, frá því að við komum hérna á flugvöllinn og erum sóttir út á flugvöll, keyrðir upp á hótel, allt gengur smurt eins og bara í sögu, daginn eftir, sóttir á hótelið. Þetta er allt svo rosalega skipulagt og þetta er svo þægilegt. Maður er alltaf í góðum höndum. Það er aldrei einhvern veginn vafi hvað gerist næst eða það er bara greinilegt að það er búið að setja niður ferlið A til Z. Já, og bæði starfsfólkið heima og þau sem að hjálpa okkur og undirbyggja okkur fyrir ferðina hjá Betra Hár og svo þau starfsmennin hjá Smile Hair Clinic, þau eru búin að vera hvert af öðru að spyrja okkur hvort það sé eitthvað sem þau getur gert fyrir okkur og svo rauninni hjálpa okkur að fara í gegnum þennan feril og í rauninni bara aðgerðin sem slík og bara einn af mörgum þeim skrefum sem skiptir máli og þetta er auðvitað svo fjölbreytt sem það sem er verið að gera bæði gagnvart okkur þetta er náttúrulega. Já, algjörlega og ég er alveg samanlega og ég hugsa að það er svo gott að þurfa ekki að hugsa í rauninni þessa logistik hluti og geta bara fókusur á það sem er að fara að gerast. Við erum að fara í þessum ákveði verkefni sem er að fara út í, maður þekkir ekki, maður hefur aldrei gert það áður þannig að rosalega gott að vera bara að vita að maður er í góðum höndum, maður fær svo mikla eftirfylgni. Þeir eru hérna með manni, þeir fylgja manni alveg í gegnum ferlið, þetta er alveg yndislegt. Við erum með leiðbeiningar fyrir hvert einasta skref núna hérna líka, við vitum nákvæmlega. Já, þeir heim er komið 100%. Já. Ég myndi tvímælust mæla með Smile Hair Clinic og Betra Hár, til þess að vera með Betra Hár og ég myndi mæla með því fyrir margar ástæður. Fyrsta lagi náttúrulega maður er í öruggum höndum og mér líður þess að ég hafi þessi búið að hugsa fyrir öllu, bæði þessu mannlega og líffræðilega, það er aðgerðin er eitt en það er verið að hugsa okkur eins og einstaklinga og sjá til þess að manni líði vel. Það er alveg sama hvort er heitt eða kalt eða þyrstur eða þyrst, það er henni bara verið að monitora þína líðan frá því og kemur á flugvöllinn. Ég held að við munum tala Smile Hair Clinic og Betra Hár bara forever og ég held að þeir sem að þekkja okkur munu örugglega bæði sjá munin og líka finna munin. Það verður bara gaman að sjá hvað kemur út úr þessu. Það er eiginlega það sem að ég hugsa. Þetta er svona eins og vorum að segja að ræða þarna upp á hótelinu í Bræðnir. Þetta er nýtt upphaf á einhvern hátt. Það er svona. Það verður gaman að vera bara svona unglegur og feskur. Já, nákvæmlega. Það er mál. Follow the true transformation.